Það haft á orði í Frakklandi að stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkur sem segist hvorki tilheyra hægri né vinstri armi stjórnmálanna vegna þess að þetta sé úrelt hugtök og henti ekki í stjórnmálaumræðu dagsins í dag, að sá sem þetta gerir sé raunverulega til hægri. Þetta bæði byggt á uppruna þessara hugmynda að hægri og vinstri sé úrelt hugtök sem hægri hugmynd, sem hugmynd Margaret Thatcher að það sé raunverulega engin annar valkostur en kapitalismin eins og hann var stundaður á tímum nýfrjálshyggjunnar. Það var líka hægri hugmynd að sósíalismin hefði dáið við fall múrsins og hrun Sovétríkjanna. Þannig að þessi hugmynd að sá sem vill hvorki tilheyra hægri né vinstri sé raunverulega til hægri þannig sögulega tengd hægrinu. En reynslan sýnir þetta líka. Við höfum reynslu af þessu hérna heima af Bjartri framtíð sem dæmigerður nýflokkur sem segist hvorki vera til hægri né vinstri, tilheyra einhvers konar nýrri tegund stjórnmála en þeirra á reynir fyrst og fremst hægri flokkur. Við sjáum þetta líka í Frakklandi með Macron sem hefur skipað ákaflega hægri sinnaða ríkisstjórn og sett klassísk hægri mál á oddinn. Og þannig þetta raunverulega með alla flokka sem halda því fram að þeir tilheyri hvorki hægri né vinstri heldur séu hluti nýrra stjórnmála, að þeir að framfylgja hægri stefnu, eins konar endalokum nýfrjálshyggjunnar sem bar það á borð við almenning að hún væri eini valkosturinn, að við værum raunverulega öll sammála öll grundvallaratriði í samfélaginu, gætu kannski deilt úrvinnsluna á þeim, með hvaða hætti þetta framkvæma það, en öll átök í samfélaginu, stéttarátök, átök milli hinna fátæku og hinna ríku, væru eitthvað sem tilheyri síðustu öld. Þessi trú að hægri og vinstri væri búið, að stéttarátökin væru horfin, leiddu til algjörs sigurs hástéttarinnar. Svo nú búum við nærri því fullkomnu auðræði, þar sem að kapitalistanir, auðvaldið, ræður öllu sem þau vilja ráða, en hinni fátæku, verkafólkið og launafólkið hefur sífellt minni völd og býr við sífellt lakari lífskjör.